Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, Daði Rafnsson nokkur skrifaði grein fyrir nokkrum dögum á Vísi sem vakti áhuga minn þar sem ég lá í flensu undir sæng. Daði fagstjóri afrekssviðs Menntaskólans í Kópavogi. Og ekki bara það, hann doktorsnemi við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík og kennir afreksþjálfun og hagnýta íþróttasálfræði við íþróttafræðideild HR. En hvað var það sem vakti athygli mína? Greinan byrjar þannig. Í íslenskum íþróttaheimi hefur oft heyrst sú saga að íþróttirnar okkar séu í heimsklassa þar til við erum 15 til 16 ára. Þá drögumst við aftur úr vegna þess að aðrir verða sterkari, hraðari og betri. Það hljóti að vera eitthvað að kerfinu okkar vegna þessa. En svo fer hann út í það að veruleikinn sé mögulega flóknari. Vertu velkomin hérna til okkar, Daði. Takk fyrir það. Þú vitnar sem sagt í rannsóknir fræðimanna sem sýna að mismunur á líkamlegum og andlegum þroska barna og unglinga innan sama aldursárs geti numið alltaf 6 árum. Já. Farðu aðeins yfir þetta með okkur og hvað þýðir þetta fyrir foreldra sem eiga krakka sem eru að keppa í kannski einhverjum hópíþróttum sem bara handbolta eða fótbolta eða eitthvað svoleiðis. Hvað erum við að tala um? Já, þetta svona eina af þessum hugsanavillum sem svona bias sem fyrirfinnst í íþróttum og sérstaklega í íþróttauppeldi. Og þetta orðið vel þekkt en varða kannski ekki áður fyrir og það svona í byrjun þessar aldar og kannski kemst út á meðal almennings þegar Malcolm Gladwell gefur út bókina Outliers, heldur sér 2008. Það var að vísa í rannsóknir í kanadískum hockey þar sem allir í Kanada, allir strákar vilja vera í hockey og vilja ná árangri í hockey og það svona bara æðsta í karlmennskunni í Kanada að vera hockeystjarna. Draumur pappana í fjölskyldunum. Bara allra og svona svolítið bara eins og fótboltinn hér. Og það sem sjá þá þegar fara að skoða úrvalshópa hjá unglingum, þú veist, unglingalandslið eða úrvalshópa í héruðum eða A-liðin í félögum að bara verulega mikil svona eins og kalla fæðingadags áhrif sem eru þá felast í því að þú veist, hæfileikar við vitum þeir dreifast bara jafnt á fólk og stjörnumerkjum og þannig og þannig að ef þú skiptir árunni í fjórðunga þá ætti að vera svona 25% af þeir sem koma í þessu hópa þeir ætti að vera hverjum fjórðungi en svo verulegin þannig að oft það bara 40 og upp í 60% sem eru úr fyrsta ársfjórðungi eða fyrir helming ársins. Sem segir mann að þeir sem eru fæddir í apríl eða síðar þeir bara eiga miklu minni séns. Já og sérstaklega þú komin inn á seinni helming ársins og síðustu 3 mánuður ársins eru bara gríðarlega erfið að þú munir vera valinn í úrvalshóp, vera valinn í A-lið í félaginu einu. Vera valinn í unglingalandslið og svo framvegis. En þessi hópur þarf á sama tíma sennilega að hlusta á jafn miklar kröfur eða sætir jafn miklu þrýstingi mögulega frá þjálfurum og foreldrum eins og þeir sem eru fæddir fyrr. Samt ekki því að við þekkjum annað hugtak sem heitir stimplun þegar unnum með ungu fólki og ungu börnum og svo leiðis og það byrjar eiginlega bara strax bara í 6 ára bekk og í yngstu flokkunum að menn eru stimplaðir, þú veist, hér bekkjatrúðurinn og þessi ábyrgur og duglegur og hann hlýðir en þessi óþekkur og hann hagar sig illa og hlustar ekki. Og svo fer að skoða þetta eins betur og þá eins og Amanda Johnson sem unnið meðal annars mikið með Asper Akademíunni í Katar og verið að rannsaka þetta og unnið Manchester United hún hefur verið að skoða þetta og þar kemur það bara kemur skýrt fram að það getur verið alveg 6 ára þroska munur líkanlegur og jafnvel þú veist andlegur innan sama aldurshóps og magnast mest upp í kringum byrjunin á kynþroskanum og þá sérðu kannski að krakkar sem eru ef þú ferð á leik í fjórðaflokki í fótbolta þar sem 13-14 ára strákar þá sérðu kannski strákar sem geta alveg verið 10 ára að vexti og strákar sem geta verið 16 ára og þá svo og ef þú ætlar að meta það út frá keppni börnin, þú veist hvernig þeim gengur í keppni eða hvernig þú veist
eitt á móti einu og þannig að þá náttúrulega fer öll athygli á hann stóra og sterka, þú veist, hann skorar mörkin eða vermörkin og svo framvegis. Og þetta við vitum af þessu og við höfum vitað þessu lengur, það engin afsökun lengur fyrir að vita ekki af þessu. En það samt þannig að það gengi allskal bara illa að breyta nokkrum sköpuðum hlut hvað þetta varðar. Og nýverið kom út grein þar sem að fræðamaður tók saman bara hvað þau hefur lært á undanfarnum 20 árum og niðurstaðan var bara eiginlega ekki neitt. Það ennþá sömu þessi sama hlutrækni. Fæðingaráhrif fyrirfinnast í bara gríðarlega mikið í íþróttum, mikið í skólakerfinu líka. Þú veist, krakkar stimpla á sama hátt þar sem að segja og það bara beinlínis þannig að fólk sem meðvitað þetta jafnvel bara planar barneignir út frá þessu. Já, ég ætlaði að koma að því hvort við værum komin þangað. Já, það alveg, þú veist, þú veist, ekki segja að það sé eitthvað mikið að gerast en það alveg dæmið að fólk alveg meðvitað þetta og hugsa þá þetta. Já. Alveg svo kannski að setja krakkan sinn, þú veist, gefa það nafn sem framalega stafrófinu en þá alltaf talin fyrstur upp. Og núna væri til dæmis ágætis fengitími fyrir foreldra. Akkurat. En það sem merkilegt líka þessu ef þú færir þetta yfir, sko, sum lönd eru með þau telja ekki inn íþrótunar eða skólana í janúar, þau byrja að telja frá 1. ágúst skólaárið og þá bara færist þetta til og til dæmis í Englandi að þar betra að vera fæddur þá í ágúst, september, október en þá maí, júní, júlí og þeir eru farin að draga stuttastarfað. Og þegar þú sko hefur þína grein á tilvitnunni sem ég las upp áðan að við dröfumst aftur úr, eða þessi tilfinning margra, byrjum þarna í einhverjum heimsklassa, hvað skýrir það? Það bara ekki nógu margir krakkar? Já, það svona, ég starfa lengi í fótboltanum og í kringum íþróttir og maður heyrir oft svona eitthvað, þú veist, við tekið þeim að við séum ekki að standa okkur nógu vel í íþróttunum út af því að við lendum stundum á vegg þegar við förum að keppum við sérstaklega yngri landslið sem svona 17 til 20 ára gömul og þar fyrir við svona aðeins að dragast aftur úr og hefum bara erfitt með að hlaupa með þeim það allir svo stórir og sterkir og þá var svona eitthvað viðbragð á sínum tíma að við erum að fara að sinna líkamlegri þjálfun betur og það bara gott og vel við, ég held að það átak í bara líkamlegri þjálfun allavega í íslenskum fótbolta og mögulega íslenskum íþróttum en svo fer maður að skoða niðurstöður og rannsókn sem að gerða á 19. landsliðsmóti kalla í fótbolta fyrir nokkrum árum og þá kemur í ljós að það bara eitthvað helmingur leikmanna bara fæddur fyrstu 4 mánuði ársins sem að taka þátt bara mjög óðurleg dreifing og mjög fáir sem á mótinu sem fæddir í lok árs og svo Ísland að mæta til leiks með óvenju marga sem fæddir ári á eftir. Já, þegar við eigum bara ekki jafn marga eins og stærri þjóðirnar. Já, eða þú veist, við teljum inn í, þú veist, liðin bara á annan hátt. Já. Og auðvitað erum við þá að keppa við kannski líkanlega sterkara lið og svo sigurðarinn í þessu móti, hollendingar, þeir voru með hæsta fæðingardagshlutfall sem hefur verið bara skráð og í fræðunum. Það sem 63% af leikmannanna voru fæddir fyrstu 3 mánuði ársins. Það rosalegt. Eru þeir ekki líka hávaxnastir, hollendingar? Já, jú, þeir eru það bara með hávaxnari þjóðum en það sem gerist þarna að þú veist, þarna eru þau búin að bara finna einhver formúlu því að svo skoða ég aftur þarna nýjasta unglingalandslið þeirra og þá það með 65% fæddur fyrstu 3 mánuði ársins og það engin síðustu 4 mánuði ársins og svo skoðum við A-landslið þeirra og þá bara mjög erfitt að komast í A-landslið ef þú ert fæddur á seinni hluta ársins og þetta sjáum við líka á Íslandi að ég svona stundum leikir maður að skoða landsliðin okkar og sérstaklega ég skoða yfirleitt bara keppnislandsliðin þegar við erum að keppa í Evrópumótum og HM því að þá eru allir að gefa kost á sér og þá til dæmis liðið sem fór á HM þegar allir vildu vera með 2018 þá eru 73% sem eru fæddir á fyrirhluta ársins. Það eru bara 4 leikmenn sem eru og þeir 4 leikmenn sem eiga síðustu afmælisdagana
eru Gylfi Sigurðsson, Jóhann Berg, Kári Árna, Birkir Már og allir þessi segja okkur þá það eru hæfileikamennina í fæddi seint á árinu en við höfum bara mögulega orðið á nokkrum á leiðinu út af því að þeir fengu ekki tækifærin og þeir fengu ekki tækifærin þannig að þeir voru til dæmis Kári Árna held ég hafi aldrei spilað yngri landsleik hann Birkir Már spilar ekki fyrir 21 landsleikinu, Jóhann Berg í 19 landsleikinu og Gylfi var svo einaðinn að spila 17 landsleik en svo ferðu dýpra á neðar og þá sérðu í yngri flokkunum og þá sérðu að þar eru krakkar kannski valdir úr snemma út af þessum mun og athygllin og áhugin fer þangað bæði hjá þjálfurum og hjá foreldrum og út af því það búið að stempla þetta eru efnilegu krakkarnir okkar þau eru þæg, þau eru dugleg, þau hlýða þau eru kraftmikil þannig að þetta eru talenti sem við ætlum að satsa á og öll athygllin fer þangað að meðan þjálfararnir og foreldrarnir og í skólakerfinu líka þá fara menn að hugsa þetta eru óþekku krakkarnir myndi að breytast þegar það verið færð kannski niður bekk þetta bara svo áhugaverðar spurningar sem að, eins og segja, bara nýbyrjað að vera að pæla í undanfarandi 20 ár. Já, og þótt við séum að tala íþróttir og líkamlegar íþróttir, þá margt sem bendir til þess að við getum yfirfært þetta yfir ótal margt annað. Já, og þetta fyrirfinnst líka í skólakerfinu og bara vel þekkt til dæmis í Bandaríkjunum þegar það verið að velja inn í úrvalsháskóla Ivy League skólan til dæmis það var nú samband við mig eitt skólamestari íslenskur sem að sagðist kannast við ansi margt í þessu og já, þetta snýr alltaf þessari stimplun, hvernig erum við að meta börn og það kemur þessi vandi við að mæla börn og mikið búið að ræða undanfarið að það þarf að vera fleiri samræmd próf og svoleiðis og gott og vel ef að þau eru notuð til þess að taka stöðu á því hvar þú ert núna og hvað ætlar svo að gera sem kennari eða þjálfari ætlar þá að taka stöðun og hjálpa viðkomandi að komast hærri upp eða bara afgreiða bara nú eru búin að taka próf þessum gekk vel þannig að við bara höldum áfram að klappa þeim á bakið eða þessum gekk illa og það bara hefur ekkert upp á sig að hjálpa þeim, þau eru bara óþekk. Þetta ótrúlega áhugavert að velta þessu fyrir sér á sálrænan hátt og félagsfræðilegan hátt og bara svona hvernig við erum að byggja upp samfélag okkur og hverju fá séns. Hvað segirðu við þá sem að hrista höfuðið yfir þessari umræðu okkar núna og segja hvað þetta bara eitthvað spjall kynbætur, kynbótahyggju og forskot og keppni geta bara ekki öll börnin leikið sér saman og af hverju erum við að einblína á afrekshugsun? Já, þetta mjög góð spurning. Auðvitað það þannig að þetta bara í þessu felst svona bara hverjir fá tækifæri og hverjir fá möguleikan á að ganga vel í lífinu. Við sjáum það að krakkar sem eru fædd seinna á árinu, það eru til rannsóknir sem benda til að þau sem upplifa oftar sjálfsvíshugsanir, það kannski alvarlegasta dæmið, en þau eru, þessi áhrif, þessi fæðingardags þau fylgja með inn í fullorðinsárin. Þannig að þetta snýr ekki bara því að myndu ná árangur sem áraksmaður í íþróttum, heldur bara í öllu öðru líka. Og þannig að og maður tekið eftir til þess að einhverjir fræðimenn og íslenskir hafa til dæmis verið að benda á það að þegar þú ert að vinna með krakka líka í íþróttakennslu, bara svona almennir íþróttakennslu að viðmiðin sem hafa til að gefa einhvernir í dag snúast hvað ertu fljótur að hlaupa einhverju píptesti eða getur leist einhverju ákveðnar þrautir en svo færði ekkert í hendunar eftir á til að vinna með því þannig að hugmyndin verður ekki svo að við erum bara að taka stöðupróf þína getu og við ætlum svo að reyna að auka getuna hjá sem flestum og það orðið svona núna aðalmálið í hæfileikafræðum bæði vestanhafs og austan að þar leggja allir áherslu á það að sem flestir fái möguleika og það bæði gott fyrir samfélagið, gott fyrir einstælingana og gott fyrir bara íþróttunar því að þannig ættir
að vera að hjálpa fleirum að bara fóta sig í lífinu og mögulega ganga betur. Já, en það eru sem sagt mörg dæmi það að börnunum líða eins og þau hafi brugðist foreldrum sínum eða liðinu sínu, þjálfaranum, einhverjum þrýstingi sem í samfélaginu og stundum áttu þau í rauninni aldrei séns því að þau voru bara líkamlegir eftirbátar. Já, og þú veist, það ætlar sér enginn að gera þetta. Þú veist, eins og segja, það tiltölulega stutt sem við verum meðvitað þessa hlutrækni, sko. Já. Þannig að ég held að þú veist, það vill enginn gera þetta í raun og veru og það vill enginn vera að standa í þessu en þetta er raunverulegt vandamál og sem að við þurfum að allavega vera meðvituð og það held ég að sé óbúslega erfitt að hann einhver kerfi sem er alveg fullkomin upp á að ná fullkomnu eða fullkomnu þannig að allir hafi fullkomlega sama séns en við verðum allavega að reyna og til dæmis þetta með, eins og segir sko með íþróttir barna og unglinga að við erum ofta svona gera þær í mynd íþrótt fullorðina. Já. Þar sem að áherslan er mikil á keppni í staðinn fyrir að öðlast færni. Langar að vísa til dæmis á skemmtilega bíómyndum föður Williams systra sem voru tvær bestu tenniskonur bara sem hafa verið til og svona uppeldi hans var náttúrulega svolítið sérstakt, það var mjög tennismiðað og það en hann eitt sem hann hafði alveg tók strax eftir var að ef áherslan væri mikil á keppni frá unga aldri að þá væri það á kostnað færni að þú væri þá ekki að leggja áherslu á að bæta við færni sem getur hjálpað að vera fullorðinn heldur þú væri við aðalega bara vinni í færninu sem getur unni fyrir leiki núna í næstu viku og þetta er líka þekkt í fræðunum líka bara með til dæmis í menntun og svo öðru slíku og til dæmis undir svona merkjunum kallað mindset eða grit eða annað slíkt að þú svona ef þú nærð árangur einhverju mjög ungur þá ferðu bara endurtaka þá færni og verður hræddur við að taka áhættur sem að þú þarft að taka til þess að öðlast meiri færni þar að lendi þá ertu svolítið að svindla sjálfur til framtíðar með að þú veist þá myndur rekast á vegg vegna að þú náður ekki að þróa og þroska eins og þarf til þess að ná árangur. Ég skil. Ég hef líka stundu velt því fyrir mér sko hvort eins og með sjálfstraust barna sem eru í keppnisíþróttum að sko mín reynsla af íslensku íþróttasinni til dæmis þegar kemur að handbolta sem ég þekki persónulega, hún er svolítið svo að þegar þau eru lítil, þessar elskur þá eru allir bara glaðir þau eru glöðin á vellinum, foreldrarnir eru glaðir það ekkert verið að spá neitt opuslega mikið í keppni eða sigur, heldur bara allir að vera með bara gamla slagorð ungmennafélagana það ekki fyrir öll að vinna, heldur bara að vera með en svo svona kannski í kringum 15, 16, 17 ára aldur þá þetta náttúrulega bara orðin allt önnur veröld, hún orðin miklu harðari og ég hef stundu velti fyrir mér að það geti verið gott fyrir suma af þessum krökkum sem kannski eru einmitt fæddir seint á árinu frekar en að berja höfðinu við steinin og svona hægt og rólega finna eigin mótlæti vaksa að hætta bara fyrr þau geti ekki keppt við krakkana sem eru konur lengst þetta eru svolítið eins og tveir heimar annars vegar þessi yngri heimur þar sem að við erum öll bara svo stolt af elskunum okkar sem að keppa en svo verður þarna svona paradigm shift þegar þau ná ákveðnum aldri og kannski ekkert við þess að gera en þannig upplifi ég þessa senu. Sko Danir gagnrýna stundu fyrir að vera með ekki neitt svona sem heitir svona felles íþróttir sem að það sem að þú getur eiginlega svolítið valið hvort að þú farir í alvöruna oft svona unglingsárin eða hvort þú sért að fáir að æfa íþróttir bara á þínu fórsöndum. Það alveg önnur grein sem skrifaðana snerist sko bara hóp af strákum sem að ég tók mikið eftir þegar ég var að þjálfa í Breiðablik að þeir voru alltaf að leika sér og ég ennþá daginn í dag margir atvinnumenn og landslísmenn að þeir virðast ennþá vera að leika sér og ég held að menn vanmeti þann þátt í íþróttunum mikið að þetta verður of snemma of alvarlegt
og við ættum að passa okkur svolítið á því sko, og nú ég ekki að tala gegn því að við keppum og ekki að tala gegn því að þú veist, menn leggja sér fram og æfi vel og allt þetta. Nei. En það bara til dæmis búið að vera mikil umræði kringum enskar fótboltaakademíur. Bara þar horfaðar kannski á 14-15 ára krakka og hugsa hvað eru búin að gera þessa greið. Þú veist, þannig að það búið að fullorðinsvæða barna og unglinga árin svo mikið. Og þau kunna kannski ekkit annað heldur en sína eigin íþrótt. Já, því að þjálfarar svona eins svolítið sko, eftir þú veist, sagt að þetta sé fagmennska í þjálfun, þú veist, þú ætti að þjálfa svona og hins einn, en það oft tekið úr fullorðinsboltanum. Og þú veist, og það passa upp á alla næringu og passa upp á, þú veist, að þú settir réttum búningum og allt sé þvegið fyrir þig og þannig lagað. Það sem vantar inn í þetta hennar frjálsaleik og þetta sjálfræði. Því að þú veist allavega hjá þeim, og ég talaði við nokkra af þessum strákum sem eru eins og segir bæði úti og hafa náð árangri og spurði það, þú veist, er ég til dæmis þegar ég að horfa á ykkur, er ég að túlka þetta vitlaust? Og allir sem ég spurði þau voru, þetta hárrétt sko, þú veist, það sem drífum mig mikið áfram í minni íþrótt félagskapurinn og þessi gleði bara að vera að fá að leika sér. Þetta minnir mig á það að einn svona skemmtilegastu hópur sem að ég bara hitti á föstudögum í Sundlaug Vesturbæjar. Þar safna saman nokkrir svona stútungskallar. Ég veist að meðalaldurinn hjá þeim sé 70, eitthvað svoleiðis. Þeir spila körfubolta og þeir hlæja og skemmta sér og bara eiga leiksvæði sem oftast barnanna í hádeginu á föstudögum, og það svo gaman að fylgjast með þeim af því að þeir eru bara að viðhalda leiknum og þessu ævintýri sem leikurinn í hjarta okkar. Og það var einmitt fyrsta grein sem ég setti hann inn á Vísi og var að út frá umræðu sem við höfum tekið svolítið með öðrum norrænum kollegum í íþróttafræðum og slíku, þú veist, að við þurfum að passa svolítið upp á svona sálina í íþróttum, þú veist, af hverju erum við að þessu, þú veist, jú, auðvitað viljum við ná árangri og ganga vel og allt það, en það mun ekki koma, og Ánar Vésteinn Hafsteinsson tala líka mikið fyrir því að, þú veist, árangur mun ekki koma nema við séum með íþróttalíf þar sem margir taka þátt og mörgum líður vel og margir hafa ánægju og drifkraft, þannig að það mun skila svo bæði áraksfólki, en líka það bara skila svo miklu til samfélagsins. Því að þú veist, íþróttafélagin okkar eru þó allavega sko, það sem gerist gott hjá okkar íþróttafélagum og flestum að þú veist, þú getur verið í ABCD liði eða þú veist, þú færð að æfa þannig að þú ert 19 ára. Í stærri klúbum allavega, þetta kannski flóknara með minni klúbum. Flóknara kannski minni klúbum, en svona heilt yfir á Íslandi, þú veist, ef þú vilt æfa, þá máttu æfa. En ef þú ert í Þýskalandi, eða bara liggur næstu við hvar sem í heiminum, að þá þarf það að vera boðið að æfa eftir svona inntöku eða einhver skátaði eitthvað svoleiðis. Þá færðu góðu aðstöðuna, þá færðu góðu þjálfaran og allt þetta. En þannig að þú veist, það þó allavega gott í okkar kerfi og við þurfum að passa upp á þessa hluti. En það líka þetta með, þú veist, bara svo sálin í íþróttum. Ég held að, þú veist, eins og þegar þessi landsliðsmenn okkar, þú veist, þegar þeir stíga frá ferlinum, yfirleitt flestir sem að tala við, sem að ná langt, þeir fara ofta að tala félagskapin, ferðalögin, þú veist, bara svona, þú veist, allt þetta líka, sko, auðvitað, þú veist, líka árangurinn og þetta. Og svo þetta sem þú veist að tala bara, þú veist, hvað gefa íþróttunum okkar, að fara í bumbuboltan í körfunni eða hittast í heitabottunum, allt þetta. Og þess vegna mjög mikilvægt að við, þú veist, við höldum þessum þáttum sem að ég trúi og veit að margir aðrir hafa að gera, þú sem hafa verið að skoða þetta, að við munum. Það engilega að ná árangri nema að við séum mjög öflugt svona íþróttalíf í landinu, þar sem að margir fá að taka þátt. Og ég myndi að líka, þú veist, hversu óbóðslega sterk íþróttafélagin okkar sem stærsta þriðaplássið í bara samfélaginu. Að þú veist að þar kemur fólk saman úr ólíkum áttum, samanast kringum, þú veist, félagið og þú veist, bæði leiki á meistaraflokkum en líka sjálfboðalið að starfa í yngurflokkum. Ef við hefðum þetta ekki, ef þetta væri bara ef að Breiðablik og Valur og Þróttur og allir þessi lið væri bara, þú veist, atvinnumannalið sem að væri ekkert að hugsa þetta. Það væri allt öðruvísi í kringum þetta og mögulega hefði það miklu svona minni jákvæðari áhrif bara út í samfélagið. En Daði, eru til rannsóknir sem myndu sýna fram á að, ef við tökum bara krakka sem leika á fiðlu, að það sé svipað upp á teningnum hjá þeim eins og þeim sem spila fótbolta,
að það sé mikill aðstöðu þroskamunur og kannski ættu væntingar að vera og hlutrækni ætti þá kannski að vera minni en ella þegar hort á það hvort fiðlukrakkar fæðist snemma eða seint á árinu er líklegt að fiðlukrakki sem fæðist snemma á árinu verði miklu betri á fiðlu fyrr heldur en fiðlukrakki sem fæðist í desember. Þetta fyrirfinnst bara eiginlega öllum stöðum þar sem eitthvað úrval. Þú veist, þar sem fólk valið úr inn í einhverja svona úrvalshópa, námi, listum, íþróttum. Þetta flókið samspil líka. Við getum ekki sagt að þetta sé bara eina ástæðan fyrir öllu. Nei. Það líka annað sem við kannski sem erum starri kringum íþróttuna höfum áhyggjur á í dag svona bara efnahagsleg aðstæða, félagsleg aðstæða með aðgengi. Full ástæða til að áhyggjur af því. Ég meina það bara til háborna skammar, þú veist nú bara með hvað við erum með mikið af fólki erlendubergi brotnu núna sem býr á Íslandi. Hvað eru fárænur börn þeirra sem komast í þáttaka þeirra bara í landsliðinu okkar og svona styrkja þau. Danirnir horfðu á þetta fyrir nokkrum árum og svo að þetta væri galli hjá þeim út af þeir horfðu á Svíana og Hollendingana og þjóðverðinu voru orðnir betri í þessu að fá fólk innflytjenda líka til að ná, eða þú veist, gefa þeim færi að ná árangri. Þannig að þetta svona, það margt í þessu, efnahagslega aðstæða og annað slíkt og það kannski svona, við þurfum að passa klúbban okkar akkurat núna á þessu augnablikki að það svo mikil krafa núna á árangurinn, þú veist, sem að frábært og það bara önnur umræða. En við þurfum að venda, þú veist, það sem að gera þeim kleift að ná árangri. Ég hef lifað lengi og ég hef 8 börn og fylgst með börnum allt frá árinu 89 og fram til dags í dag. Með 14 ára gamalt barn á heimilinu, þannig að ég hef mikla reynslu að ég fylgjast með börnum í íslensku samfélagi. Mér finnst núna að ég hef aldrei séð meiri efnahagslega stéttaskiptingu þegar kemur að annars vegar tónlistarnemum í tónlistarskólum og hins vegar þeim til dæmis afreksíþróttakrökkum sem að fara í landslið eða eru að fara í keppnisferðir út fyrir landsteinuna. Það varla að maður finnur eiginlega enga. Sko í íþróttaheiminu finnum maður eiginlega engin foreldri af erlendu bergibrotin. Þau finnast reyndar í músíkinni af því að tónlistarsenan er nokkuð sterk hér, hvað varðar innflytjendur. En stéttaskiptingin alveg klárlega fyrir hendi, þessi efnahagslega stéttaskipting. Maður sér það nú orðið, finnst mér, í meiri mæli en ég hef séð áður. Að fjárhagur foreldrana ræður því hvort börnin fá tækifæri. Það hefur örugglega alltaf verið þannig, en sko íþróttin ekkert einangrað frá samfélaginu. Það eru bara spegill líka af samfélaginu. Og þar að leiðandi sko, ef að misskipting að aukast og að þá auðvitað gerist það þarna líka. Þannig að þetta það sem hefur breyst með íþróttinnar að núna hefur fjölgað til dæmis utanlandsferðum töluvert. Og sko það sitja ekki allar fjölskyldur við sama borð hvað var það fjáröflun. Til dæmis ef við erum bara með einhverja pólska fjölskyldu og efnilegur stelpa og Pólverjarnir eru ekki með sterkt tengslanet á Íslandi, þá mjög erfitt fyrir stelpunum þeirra að safna peningi fyrir ferðina á Facebook á sama tíma og einhver svona innfættur vesturbæingur með gríðarlega sterkt tengslanet í kringu sig getur riggað upp 150 eða 200 kalli fyrir bara að selja tannkrem eða páskaegg bara eins og að drekka vatn. En þetta svo úrlausna efnið mitt fyrir okkur bara bæði í íþróttunum og sem samfélagi eins og ég segja á sko, þetta bara, við erum þannig sé skamt að við komin í að skilja öll þessi hæfileika mótunarfræði. Það tiltölulega stutt síðan að fólk byrja að velta þessu fyrir sér á þennan hátt, þetta með aðgengið og allar þessar hlutrækni og allt þetta. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli og ég held alveg að til dæmis að íþróttayfirvöld og skólayfirvöld sé alveg meðvitað þetta. En það bara spurning síðan hvaða lausnir og hvaða vilja við höfum til að hvernig viljum við hafa kerfið okkar. En sko þátttökukostnaður hann hefur líka aukist og til dæmis í tónlistarskólarnir eru núna þeir eru nokkuð dýrir, margir hverjir. En þegar ég var krakki og ég byrjaði að læra á píanó ungur drengur í Mývatnssveit þá voru þeir nánast ókeypis. Það líka annað sem hefur breyst
og þótt við séum með frístundastyrk þá hann bara svona upp í brotakostnaði, en ég veit að þarna erum við komin aðeins út fyrir ástæðu þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu og það búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig, en ég nefndi þetta áðan sko með fiðlukrakkana til þess að svona reyna kannski að fá þau til þess að bregðast við því hvort það sko, hvort þessi líkamlegi munur svona stærri faktor, stærri þáttur, það fyrst og fremst sko hið líkamlega sem að greinir að barn sem fætt í janúar eða október, eða andlegur þroski sem að því að þú þarft ekki að vera líkamlega teljamenni til að spila á fiðlu, en þú þarft ákveðna tegunda hugsun og greind og öðru slíku. Eru íþróttin meiri í líkamlegum sem sagt íþróttum heldur en til dæmis listum? Einkennir meiri, fæðingardársár meiri í vinsælum íþróttum, út af samkeppnin mikilvægur, hún meiri karlaíþróttum, út af því að það bara fleiri í karlaíþróttum og og þetta bæði líkamlegur og svona andlegur þroskamunur. Svo þetta flókið, þetta mjög flókið, út af því að þú getur líka verið fættur seint á árinu og verið bráðþroska, getur verið fættur snemma á árinu og verið seinþroska, félagslega ekki seinþroska, en þú skilur hvað við að veltur á félagslegum aðstæðum. Já, það getur verið félagslega, en þetta getur líka bara þetta svo flókið og það sem að þess vegna sko þessi hugsun að bara eins og að segja flest múlig, lengst múlig í Noregi, að halda sem flestum inni eins lengi og mögulegt að það skiptir máli. Þú getur líka alveg verið sko með einhvern sem lágvaxinn en bráðþroska. Þá þarftu að fara að horfa á hluti eins og þú veist hvernig vöðvauppbyggingin, röddin og svo ýmist þetta annað, þú veist, ertu kannski 13-14 ára, þú ert kannski 1,65-68 hæð, en þú ert með mjög stóra, þú veist, lærvöðva, stóra kálfa, axla og herðabreiður og þá kannski, þú veist, vísbendingur það, þú veist, snerpaðin og annars slikt komið frá því að þú ert búin að taka út mestan líkamlegan þroskan. Maður hefur bara orðið vitni að sjá kannski 16 ára krakka stækka 20-25 cm á 2 árum, þú veist, við 18 ára, fara úr því að vera kannski með 13-14 ára líka með að vera. Veist, þannig að þessuna skiptir þetta máli að við höldum flestum inni sem lengst, þannig að það geta orðið kippir. Og við sjáum það líka bara eins og ítrekað, þú veist, í landsliðum, Íslandi og annars staðar að 15, 16, 17 landsliðin, þau virka oft sem stóri dómur og þá halda menn áfram og fá hvatning og svo leiðis, en svo koma alltaf einhverjir með seinni skipunum. Það engar einfaldar lausnir í þessu. Það svona vondufréttirnar, en þú veist, meðvitund skiptir öllu máli að fólk sem að vinna með börnum, unglingum. Það vakandi fyrir þessari hlutdrægni? Já, og reyni eins og hægt að vinna með fólk sem einstaklinga og líka bara að sjá krakkana svolítið svona, þú veist, fyrir það sem þau eru og ekki kannski að stimpla þeim of mikið eða óþekkir eða með eða mikla virkni, þú veist, þá kannski bara ástæði fyrir því og þau eru bara annars staðar á ferlinum heldur en hinnir og það þú veist, sá sem að kannski virðist vera þroskaður, yfirvegaður og duglegur, hann kannski síðan lendir í því á fullorðinsárum að hann var kannski bara með forskot og hann getur þá kannski lendið að vera með ómikla væntingar þegar hann fullorðinsárin og rekist á það mjög mörg dæmi það líka. Ég hef heyrt á tal 16-17 ára drengja í handboltanum þar sem þeir að segja já, ég þarf að þyngja mig 30 kíló og það þá eitthvað sem einhver þjálfari sko, hefur sagt 30 kíló, en það samt sko engin trygging fyrir því að það að bæta á sig 30 kílóm sem nú ekkert smáræði ef þú ert kannski bara 60 kíló ætla að bæta 30 kílóm á 60 á þig að það engin trygging fyrir árangri en svona svona hluti af þessum heimi sem við búum í að við kannski hættum að horfa svolítið á sálina í krökkunum og förum bara að líta á
á börnum sem kjötskrokka. Og það getur alveg rétt kannski að til þess að ef hann ætlar að verða í landsliðinu eða verða atvinnumaður að hann þurfa að bæta á sig 30 kílum. Já. En þá þarf þjálfari og umhverfið hans að passa upp á að það má ekki gerast á 1-2 árum. Þú þarft að horfa inn á að þegar hann 22-24 að þá sé það kannski komið hægt og bítandi með markvissu uppbyggingu en sem maður sér það nú bara eins og hjá okkur afrekstöðinu í MK maður sér það að þetta að valda meiðslum þegar menn að reyna að þyngja sig á ofskömmum tíma og kannski á vitlausum staði í þroskaferlinu og rannsóknir til þess á Manchester City með mjög öfluga svona íþróttavísindadeild og þeir hafa verið að tala það að þeir telja menn ekki vera full þroskaferlir á bilinu 22-24 þannig að sér hvað þetta í raun og veru langt sko. En þið í MK eru með braut sem efnilegt íþróttafólk. Já, við erum með afrekssvið sem að krakkar, við erum 300 krakka í 24 íþróttagreinum, 38 félögum og þau sem sagt velja tilgangurinn aðalega bara að samræma nám og íþróttir og það til þess að Norðurlanda þjóðurinn hafa fattað og Bandaríkjamenn fyrir löngu að til þess að fólk hellist ekki úr lestinni að vera hverju megin þá þarf að vera samræðing þarna á milli þannig að við erum að reyna að veita bæði stuðning og sveigjanleika í kringum íþróttina og námið og já, þar við erum á 7. ári núna, klára 7. ár og einmitt fengið mikla innsýn í bara veruleika þessa krakka. Færðu stundum nemendur utan á landi? Já, það alveg þó nokkuð af þeim og en já, við gerum mjög mikið út að þjálfararnir stýri þeirra uppbyggingu og íþróttauppbygginguna en að við séum að veita menn á stuðninga og aðhaldi að þau geti líka mennta sig. Við veitum bara að þú ert að stunda nám þá eykur það líkur að þú náður árangri í íþróttum út af því að bæði að þú ert þá ekki bara ofurfókusar á íþróttina eitt það hjálpaði þá líka þegar þú ert með brotthvarf úr íþróttum brottfall úr íþróttum en líka bara eykur líka við erum svolítið bara í íþróttum að hverfa frá þessu mótil að þú tekur einhvern sem efnilegan 15-16 og setur hann bara inn í hótel með öllum öðrum sem eru 15-16 og efnilegir og hugsa bara fótbolta heldur eru að sjá það bara vera heima að mömmu eiga kærastu vera bara að fá að fara í bíó og allt þetta er gríðarlega jákvæð og öflug áhrif líka en þá þarf að vera samtala milli skólans, foreldra og íþróttafélagsins og það er það sem við erum að reyna að byggja upp Rétt í lokin Daði að því að mín reynsla er svo að áhugi okkar það sem við leggjum stund á þetta er ofta af kviknar einhverju persónulegu. Varstu sjálfur í íþróttum þegar þú varst krakki? Já, mjög áhersamur, alls ekki afreks ólst upp á Suðurlandinu. Manstu eftir einhverju frústrasjón í tengslu við? Nei, ég er febrúarbarn þannig að ég get alveg til dæmis í því að bestu einu minn hann í barnæsku, hann er októberbarn og við vorum stimplarar leið í fyrstu vikunni að ég átti að vera ábyrgðarfullur og hann fekk að vera bekkjartrúðurinn svo bara stödd út á fullorðinsárum við erum vitlausir báðir í dag en nei, bara ofur áhugi á íþróttum bara og fótbolta en og áhugi á sálarlífi borgaranna og þetta kannski kemur líka úr ég var í Bandaríkjunum 5 ár og í háskóla og fótbolta þar og fekk svo að starfa í Kína líka þannig að maður fengi að koma víða við Kína og þannig að þetta minn persónulega áhugi hefur mótast allur af þessu Skemmtilegt, hvað varstu að gera í Kína? Ég fór hana með Sigur Ragnari sem var landsliðsþjálfari kvenna var aðstofþjálfari hans hjá atvinnumannaliði kínversku og það var gríðarlega upplifun bæði bara íþróttalega og bara fyrir lífið og gaman að kynnast þeim heimi þannig að ég segja þessi persónulega áhugi kemur úr þessu að nú bara í 20 og eitthvað ár hef ég búin að fá að vinna með óbúslega mikið af krökkum sem náðu árangri öðrum sem náðu ekki árangri fengi að sjá mörg þeirra alast upp ég hef gert fullt af mistökum sjálfur sem þjálfari en hef alltaf verið óbúslega forvitin það bara hvernig getum við reynt að búa umhverfið betra þannig að fleiri eiga séns
og við getum náð betra árangur bæðir sem lið, samfélag og einstaklingar. Ég hef gert fullt af mistökum sem foreldri og það búið að vera, hefur mér fundist hjálplegt að heyra í þér, að rappa við þig. Margt af því sem þú segir getur við líka bara tekið inn í fjölskylduna, ekki síður en þjálfarar og þeir sem eru að kenna börnunum okkar ýmist íþróttir eða listir eða annað. Þetta betur og bara ítrekka það enn og aftur að við erum bara svona snemma í meðvitund þetta allt saman og þannig að maður má ekki ætla fólki að það sé eitthvað að gera með þessar hlutrækni einhverju illum hvötum, það bara en nú erum við alltaf meðvitað það og þá getum við kannski tekið betri ákvarðanir. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Daði Rafnsson. Já, takk fyrir mig. Nú, svo ótrúlega vill til að við ætlum að halda áfram umfjöllunum íþróttir sem að gerist nú ekki á hverjum degi hér á samstöðinni að við séum með 2 íþróttaeinslög en við ætlum næst að víkja næsti kafli mun fjalla hugar íþróttir, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.